Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Já, við ætlum að ræða utanríkismál að gefnum tilefni, það NATO-fundur, það var í dag og síðan skrifuðu þær valkyrjurnar í ríkisstjórninni, Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Inga Sæland sem félags- og húsnæðismálaráðherra. Grein sem birtist á Vísi í morgun sem öryggi og varnir Íslands, sem draga svona fram í að sína meginstefnu og Helen Ólafsdóttir sem sérfræðingur í öryggismálum og hefur oft komið hingað við rauðaborðið að spjalla þau mál. Svaraði þeim mjög snöggt tilbaka og var eiginlega kvart yfir því að þarna væri utanríkisstefna sem hefði ekki tekið nein mið af breytingum í heiminum og Helen hér með okkur í gegnum Zoom frá Breitlandi. Blessuð. Sæll og blessaður. Nei. Herðu, þær draga upp, ef við byrjum á því að svona hvers konar utanríkisstefna það sem að þær draga upp, þær eiginlega draga áherslunar upp í svona 3 áherslupunkta. Fyrsta að aðild okkar að NATO verði áfram grunnstoð utanríkisstefnu Íslands. Telur þetta ekki vera skynsamlegt? Ég sé bara enga breytingu, þetta einhver svakaleg yfirlýsing, en mér finnst einhvern veginn ekki vera nein breyting í þessu frá því sem áður Þannig að ég svona, það sem, svari mitt eiginlega að þá vegu að mér finnst skilaboðin ekki hafa breyst neitt, en mér finnst vera í bara heimi sem svo umbreyttur að svona mér finnst þetta vera einhvern veginn, það eins og sé vera bara ignora í rauninni þær breyttu aðstæður sem við búum við í heiminum og mér finnst þetta svolítið búbla. eins og orðræðan og eins og nálgunin það það sem að ég svona aðalega fyrir töðunar á mér. Þannig að það sem mjög aðkallandi að stjórnvöld á Íslandi svari að það eru ýmsar breytingar sem á sér stað í heimsmálum, þær gera það ekki, heldur fara með svona gamla möntru gamla utanríkisstefnu. Já, engin breyting Þannig að ég sá ekki alveg hver var þessi stóra ástæðan fyrir því að vera með þessa svakalegu yfirlýsingu. Mér finnst líka það ekki til dæmis farið inn á að það talað að aðildarríkin þurfi að fara upp í 5% af sinni vergri þjóðarframleiðslu. Mér finnst ekkert vera, mér finnst skauta svolítið hjá því, þær eru að tala einhver 1,5 og einhver svona prósent þannig að ég veit ekki alveg, erum við þá að skrifa undir 5% eða erum við að fá undanþágu frá 5%? Það kom ekki til dæmis fram í þessari yfirlýsingu. Spánn til dæmis var mjög mikið á móti því að fara alla leiðin upp í 5%. Þetta eru gríðarlegar aukning til í þessum aðildarríkjum að fara upp í 5% af þjóðarframleiðslu sem tekur þá frá öðrum mikilvægum verkefnum. Og það líka þá þarf maður líka að leggjast svolítið í samtali hvað NATO, hvert missjónið hjá NATO, af hverju erum við að auka öll þessi fjárlög til NATO. Ég bara sett stór spurningamerki við til dæmis framkvæmdastjóra NATO og Rutte og hans svona orðræðu líka sem rosalega herlæg. Það velti fyrir sér eftir fundin í dag sem var svo sem fyrir sér að löndin myndu samþykkja þessi 5%, að það gríðarleg breyting á álfunni, að þetta ákvörðun það að flytja fé og ég meina það verður flutt úr svona stoðum velferðaríkjana yfir í hernað og maður velti eiginlega fyrir sér hvaða umboð hafði þetta fólk eiginlega til að taka þessa ákvarðanir því að ég kannast ekki við svona öfluga umræðu á Íslandi né í öðrum Evrópulöndum hvaða áhrif þetta mun hafa á bara gerð samfélagana í Evrópu á næstu áratugum. Alveg sammála, það á sér ekki stað eitt einasta samtali við borgarsamfélagið og ég finn þetta líka í Breitlandi að þar sem ég að það mjög mikill pirringur út í þessa, við skulum náttúrulega átta okkur á því að mýtan sú að það sé yfirleitt íhaldsflokkurinn sem að sé svona hinn herrlæga nálgun á alheiminn. Hins vegar það bara þannig að það náttúrulega verkamannaflokkurinn sem fór inn í Írak á sínum tíma og Keir Starmer, hann hljómar bara, skilaboðin sem að koma frá breskum stjórnvöldum eru gríðarlega herrlæg. Það eins og þeir séu ennþá fastir í þeir eru náttúrulega að reyna að komast yfir það að þeir eru náttúrulega ekki þetta heimsveldi sem þeir voru
En það sko, orðræðan er svakalega herlæg og það ekki að leggjast vel í breska kjósendur. Það alveg á hreinu. Og ég bendi líka á það í þessari grein sem ég hendin og vísi í morgun að sko, það hætt við því að því mér finnst einhvern veginn svo evrópskir leiðtogar í dag, eða bara leiðtogar á Vesturlöndum, skulle segja, Kanada hann inni, svo ég tala ekki Bandaríkin. Mér finnst eins og leiðtogarnir séu bara ekki með púlsinn á samfélaginu sinni. Mér finnst bara eins og þegar maður horfir á hvernig verið að tala það kannski á internetinu meðal fólks og viðbrögð fólks og síðan orðræðina hjá NATO og bara þessum leiðtogum á Vesturlöndum og sérstaklega bara í sambandi við nýjustu átökin varðandi Írak og svo það sem að gerast á Gaza að megin þorri almennings þeim finnst eins og það sem bara vera að gaslýsa okkur á hverjum degi vegna þess að það bæði tvískinnungur og það verið að selja okkur einhverja sögu mörgum líður eins og við séum bara komin aftur til 2003 þegar innrásin var í Írak þar sem að við náttúrulega höfum ekki sama aðgengi að upplýsingum þá og við höfum nú en ég get alveg sagt þér það að þessi tilfinning að það sé verið að gaslýsa fólk til þess að samþykkja einhver svakalegan aukningu fjármála til hernaðar sem ekki alveg skýrt erum við þá að tala Rússland? Þetta gagnvart Rússlandi eingöngu? Eða hver váin? Erum við þá sammála að hvað ætlum við að halda áfram þessu lengi fyrir utan það að NATO náttúrulega teknilega náttúrulega ekki í stríði við Rússland? Þannig að það, og líka þessi misskilningur, hér verið að blanda saman. Það sem að ég hjá eftir í þessum skilaboðum frá þessum valkyrjum eins og fólk vil kalla að það verið að tala að NATO verði áfram okkar hlutverki NATO verði ennþá á borgaralegum forsendum. Enda það í íslenskum lögum að okkar hlutverki Atlantshafsbandalaginu sé á borgaralegum forsendum. Vandamálið að við samt fórum út í vopnakaup sem var svona ákveðin tvíhliða samningur við Tékkland til þess að kaupa vopn fyrir Úkraínu. Það var ekki gegn NATO. Við getum faktískt út af annari öðrum lögum getum við alveg farið í kringum þetta og keypt vopn fyrir Úkraínu í einhverju tvíhliða batteri. Það kemur ekki nálægt NATO. Þannig að þeir sem fögnuðu því að það væri verið að undirstrika við erum ennþá í NATO á borgaralegum forsendum að þá má spyrja sig já, það það sem við höfum verið að gera fyrir utan brölti í Afganistan og jeppasveitirnar þar því þar fórum við klárlega út fyrir okkar borgaralegu vinnu innan NATO, algjörlega en ég fagna því að við höldum áfram að vera á borgaralegum forsendum en það breytir því ekki að við getum staðið í vopnakaupum þar fyrir utan ef við notum aðra önnur lög til þess eins og var gert í Úkrænumálinu. Það var ekki gegn NATO. Það hefur verið breyting innanlands bara mörg undanfarin ár, svona í áttina til aukinna hervæðinga hugafarsins getur orðað að við höfum ekki að leggja áherslu á að sinna sjúkum eða koma eitthvað svona aðstóð utan vígvallana, heldur hefur verið stjórnvöld lagt fé í vopnakaup og mér sagt að deildin í utanríkisráðuneytinu sem hefur snúist varnarmál hafi verið svona 5-6 manns svona í gegnum árin en það séu yfir 20 manns sem eru það núna og þetta sé orðið stærsta deildin í ráðuneytinu og það sé svona hægt og breytandi að beitast í svona varnarmálaráðuneyti og svona tími ráðherranna fari mest í að sinna þessu og í gegnum þetta starfsfólk komi eiginlega tónnin allur frá NATO sem náttúrulega hernaðarbandalag og leggur allra áherslu á það og kannski aðrar stofnanir eða deildir í utanríkisráðuneytinu sem að sinna samskiptum við aðrar þjóðir á svona friðsamlegan hátt og diplomatískan hátt að þær eru eiginlega bara að tapa innan oss fyrir herforingjunum. Já, ég get alveg verið sammála því að það náttúrulega starfsfólk innan ráðuneytisins sem að vafalaust hefur mikið að segja stefnumálin enda verið stefnumálin ekkert hafa breyst mikið milli ríkisstjórnar þannig að ég tel að það sé enda líka að þú horfir bara á hvernig utanríkisráðuneytið út á við þá þetta eins og þú segir meira hagasins og varnarmálaráðuneyti og ég tek fram í greinni hjá mér að mér finnst þurfa miklu meiri bara skýrari
Já, bara þessi skýrt bil þarna á milli vegna þess að sko utanríkisþjónustan og aðkoma okkar til dæmis að diplomasi og þróunarmálum, hún til dæmis ef þú horfir á svona erlenda vefinn hjá utanríkisráðuneytinu út á við, þá er hann gríðarlega herlagur og bara eins og varnarmálaráðuneyti. Og mér finnst þetta ekki skynsamlegt sko að portræða sig eða sérst að þetta sé okkar svona ásýnd erlendis. Hún sé svona herlag. En þarna virðust við vera, eins og ég segi, ég kem aftur á þessu að mér finnst sko evrópskir leiðtogar upp til hópa, einhvern veginn, bara eins og allir sé að drekka kúleiti þarna í Haag, einhvern veginn, það verða allir einhvern veginn, ég skil þetta ekki, ef ég segja eins og því að ég, sko, eins og ég segi, þegar maður tekur púlsinn á samfélagunum, fólk vill ekki meiri stríð, fólk vill ekki setja meiri pening í stríð. Fólk sér bara í gegnum til dæmis, ég meina, bara þetta með NATO, ég bara fór í gegnum það líka aðeins, sko, að við þurfum að fara alltaf varlega í því að vera klappstýru NATO. Vegna þess að saga NATO er ekki fögur. Og ég líka fór í gegnum það í þessari sömu grein og þetta er það sem fer eitt mest sem fyrir tjóðarnar á mér er það á sínum tíma þegar við vorum á lista hérna staðföstu þjóða. Það var nú ekki samtalið það. Við vorum alltaf bara komin í stríð, ólöglegt stríð í Írak og það hefur aldrei verið uppgjör þetta. Alveg eins og það hefur aldrei neinir eftirmálar þegar að sko utanríkisráðherra í starfsstjórn skrifaði einn og sér undir endurnýjun á varnarmálasamningi við Bandaríkin sem höfðu sem fólu í sig gríðarlega alvarlega breytingar og gáfu Bandaríkjamönnum meira svigrúm og þetta var ekki eins og borðið undir þingið. Þannig að þetta var í þeirri stjórn. Mætti færa að rök fyrir að hafi verið framsal á fullveldi af því að núna er þingið verið að tala bóku 35 að þeir getur alltaf að tala miklu meira varnarsamningi sem að eiginlega felur fullveldið í hendurnar á Bandaríkjahers. Algjörlega og það voru yngri eftirmálar. Ég meina, þú veist, þetta er alveg gríðarlega alvarlegt og þannig að það er svona ákveðið humbúkk í kringum þetta. Mér finnst stundum utanríkisstefnan, orðræðan, svolítið, búbla, svona svolítið einföld. Þú veist, eins og það, ég segi þetta sko að manni finnst eins og að sé verið að gaslýsa okkur svolítið mikið vegna þess að það er verið að reyna sko á sama tíma og það hefur verið mjög harkaleg viðbrögð við innrás Rússa inn í Úkraínu að þá hefur við hort upp á ríkisstjórnina ekki bara segja sem allra minnst ástandi á Gaza þar sem Sameinuðu þjóðirnar hafa bara á helstu mannréttindasamtök heims eru sammála að segja þjóðarmorð en við einhvern veginn reynum að skauta fram hjá þessu að því við erum sem sagt greinilega er það mikilvægara fyrir þessi ríkisstjórn að láta ekki þessu bera og vera bara inn eftir pilsfaldinum hjá Bandaríkjamönnum. Alveg sama, þó við getum öll verið sammála það að sko framferðið Bandaríkjana í dag er bara lyktar af stórkostlegum fasisma og það eru bara skelfilegir hlutir sem eiga sér stað í Bandaríkjunum bæði innanlands og við með því að lýsa yfir sko því að við séum þetta sé vinaþjóðan okkar, að þarna séum við að sækja okkar utanríkis, sem sagt okkar vernd í raunina, þá erum við bara búin að kvitta undir að við erum bara búin að selja okkur. Við seljum okkur bara. Og þetta ég, eins og ég segi, þegar ég segi enn og aftur, mér finnst leiðtogar í Evrópu ekki vera með púlsinn á því sem borgararnir, sem fólkið vill. Og þetta, ég held að sé allir borgararnir óhugnalega þreyttir á því hvernig heimurinn ástand heimsins í dag, hvernig það er reynda sko, eins og ég segi, þessi yfirlýsing hérna, þetta er bara algjört með. Það er ekkert nýtt í þessu. Þarna hafa Kristján farið á einhvern NATO-fund, þarna er allir brosandi eins og það sé eitthvað til, þú veist, eins og það sé yfir einhverja að brosa. Og á einhverju mynd og allir rosalega svona peppaði sko. Og svo komið heim og bara sagt svaka yfirlýsing sko bara eins og þau séu bara að láta ykkur vita að við erum að hugsa ykkur, fólki í landinu. Við erum hérna að hugsa hag ykkar allar á, hérna stöndum við saman og svo er þetta bara ekkert nýtt. Þannig mér finnst þetta og svo bara hvernig RÚV náttúrulega, við getum endalaust farið út í það, hvernig RÚV er alltaf með þessar svona fréttir sem er svona smá hræðslu áróður, það er náttúrulega verið að reyna að fá okkur öll bara til að samþykkja að við þurfum að eyða meira í varnarmál og hermál og mér finnst þetta bara ömurlegt af því ég hef verið hinum megin, ég hef unnið í ríkjunum
sem að sjá afleiðingarnar af því hvernig Vesturlönd haga sér erlendis. Bara, það málið. Það er kannski ég skeptísk. Það samt svona ákveðin breyting að við höfum nú talað það hérna við rauðaborðið í nokkur ár líkum með að segja að þessi krafa Bandaríkjanna aukin herútgjöld í Evrópu muni hafa mikil áhrif á evrópskt samfélag og það virðist vera sem að íslenski ráðamenn hafa einhver leyti fallist á þetta án þess að við nokkuð tíma komið til umræðu hér. Þess vegna þeim svona laus buddan einhvern veginn þegar þeir eru að verja peningum til aðstóður Úkraínu og í hitt og þetta, það bara til nóga peningum. Það þessi búið að taka ákvörðun með þessu. Það sem að mér fannst að vera sérstakt þessi að Kristrún kom með fyrir nokkrum vikum að hún eiginlega féllst á þetta tvískipt krafan frá Bandaríkjunum annars vegar að það komi 3,5% í svona venjulegan hernað eða rekstur á her og svona vopnakaup og annað slíkt og svo sé 1,5% af landsframleiðslu sem að fara í uppbyggingu á innviðum, hernaðlegum innviðum og öðru slíku og hún bara sagði það að Ísland hefði bara fallist á þetta 1,5% og að við myndum síðan auka útgjöldin okkar til hinum einn, en við færum náttúrulega ekki upp í 3,5% því við erum ekki með her, en það mátti merkja það að við ætlum að auka útgjöldið þar. Mér finnst þetta að vera, þetta er kannski ekki stefnumbreyting, en það gengi þarna skrefinu lengra og fallist raunverulega á þessa kröfu Bandaríkjamanna sem á eftir að hafa gríðarlega áhrif á Evrópu. Þannig að Já, ég meina þetta er byggt á einhverju hættumati sem er raunverulegt sem kallar á þessi, ég bara spyr. Það er nefnilega skipti máli hvernig hættumatið er unnið og ég myndi til dæmis segja að varðandi raunverulegar hættur sem okkur stafar af, við náttúrulega erum ekki eyland sem að ef að til dæmis að verður eitthvað stríð fyrir Persaflónum þá hefur það áhrif á olíuverð og svo framvegis. En það sem ég langaði að segja, ég meina hættan stafar ekki að beinlínis fyrir okkur að beinni innrás. Því við náttúrulega erum á mjög sensitífu svæði í norður Atlantshafi og það hafa alltaf í den verið kafbátaferðir Rússa í svona omgóðinni en er hættumati að segja okkur það sé einhver líklega árás á Ísland sem kalli á þessa innviði, það er spurning Þetta snýst allt hvernig hættumati er unnið. Hitt ég meina, það er algjörlega bara glæpa, ég myndi bara benda á aðra hluti sem eru kannski miklu hærra sem við þurfum að skoða og ég held reyndar að dómsmálaráðherra hafi lagt meira afli að skoða allir þessi glæpagengi og alþjóðlega glæpastarfsemi svo ég tala ekki glæpi á internetinu, þú veist frot og allt það en það sem ég langaði eitt í þessu með útgjöldin fyrst að sjá hættumatið sem að réttlætir þá þessar útgjalda aukningu. Já, okkur hefur ekki verið kynnt með slíkt hættumat þegar við erum ávörpuð þetta mál eiginlega þá er sagt að öll önnur ríki að gera þetta og við verðum að vera ég er að segja hvar er hættumatið ég er að segja hvar er hættumatið en síðan líka það sem mér finnst vandamáli við þetta er það að ef þú bara skoðar heiminn og ástandi í heiminum í dag þá er miklu meiri þörf á því að setja peninga í forvarnir til þess að koma í veg fyrir frekari styrjaldir, diplomasíu og friðar uppbyggingu heldur en þessa leið. Ég er mjög krítísk á þessa leið að henda meiru í vopn og innviði. Ef við sem til dæmis Evrópa sem sé náttúrulega aukinn flóttamannastraum út af ástandinu í Afríku sérstaklega svo Miðausturlöndum og Asíu að ef að við hefum einhvern áhuga á því að taka á þessu raunverulega þá þarf að setja meiri pening í varnir, forvarnir til þess að koma í veg fyrir stríð. Þarna finnst mér Evrópuleiðtogar vera á fullkomlega rangri leið og ég held að borgarsamfélagið sé miklu meira svag fyrir því að við séum að beita okkur í forvarnastarfsemi vegna þess að fólk er ekki vitlaust, það hefur aðgengi að upplýsingum og manni finnst eins og að það séu ákveðin öfl, sérstaklega komandi frá Bandaríkjunum, þar sem hergagnaiðnaðurinn hefur langmest þetta að segja og ítök í sinni stjórnsýslu
að við erum einhvern veginn að súpa seyðið af því hvað þessi iðnaður orðin gríðarlega valdamikill. Þannig að þessi krafa að setja meira og meira í vopn, kannski ekki Ísland sé að kaupa einhver vopn fyrir utan þetta Úkraínudæmi, en sko mér finnst við bara almennt vera á rangri braut, mér finnst Evrópuleiðtogar vera á rangri braut og ekki með púlsa á því sem fólk vil, því fólk sér þetta. Það sér í gegnum þetta stríðsbrölt sem virðist vera komin. Það er bara niðurlægjandi að sjá framkvæmdastjóra NATO hvernig hann haga sér í kringum Trump. Þetta er niðurlægjandi. Varðandi hagsmuni Bandaríkjanna og hergagnirnar í Bandaríkjunum þá eru það svona nýjustu tölurnar frá NATO þar sem er verið að bera saman útgjöld til hermála í Londonum og hvert við fara þá allir þess Pólland komið yfir 4% í útgjöldum en þar fer 50% til kaup á hergögnum sem að langstæstu hluta rennur bara beint til Bandaríkjanna. Svona það land sem næst okkur og eyðir mestu sem Finnland sem komið nálægt 2,5%. 45% af því fjármagni fer til að kaupa hergögn sem að langstæstu hluta rennur til hergagnaframleiðslunnar í Bandaríkjunum. Þannig að stóru leyti þetta mætti orða það og hefur svo sem verið gert það að krafa Trump að Evrópa eyði meiri peningum í hernað sé efnahagsaðgerð fyrir Bandaríkin. Já, og nú allt í einu Keir Starmer að tala það í Bretlandi að fara að kaupa F-35 vélar sem kosta 110 milljónir stykkið, svo ég tala viðhaldið Punda. Fólk ekki ánægt með í Bretlandi, ég get alveg sagt það. Ekki 105 milljónir íslenskra króna heldur. Já, 105, já, ég er nú að tala pundur. En fyrirgeðu bandaríkjadólum. Dölum. Það var nótist. Þannig að við erum að tala yfir einhvern 1,5 miljard íslenska króna fyrir einu svona eitt stykki þotu og það var ekki komið inn í viðhaldið sem alveg rándýrt. Hvað heldur að þessi peningar, hvaðan koma þeir? Það er verið að knésitja velferðarsamfélagi á sama tíma og þetta er verkamannaflokkurinn. En eitt í þessu líka sem mér fannst svolítið óþægilegt. Nú eru margir sem hafa horft á hvernig Evrópusambandið hefur hagað sér í málefnum í sambandi við Gaza. Sérstaklega þá framkvæmdastjóri Evrópusambandsins, það von der Leyen. Hún hefur verið alveg sérstaklega hlynnt Ísrael og hennar afstaða sem representar Evrópusambandið þegar hún að gefa þessar yfirlýsingar það sem mér fannst svolítið athyglisvert var að við höfum núna skrifað undir samning Liechtenstein, Noregur og Ísland að við munum aðlaga okkur meira af utanríkisstefnu Evrópusambandsins. Þetta fannst mér svakalegt. Að því við erum ekki komin inn í Evrópusambandið og líka að því ég set stór spurningamerki við aðkomu Evrópusambandsins, þess að yfir stjórnar Evrópusambandsins í málefnum varðandi Gaza og Ísrael og bara Palestínu. Það utanríkisstefna sem ekki til eftirbreytni. Þannig ég hef ekki séð neina samræður þetta við borgarsamfélagi. Þetta yfirlýsing á hjá utanríkisráðuneytinu hjá á mann ekki hvort það var örugglega við utanríkisráðuneytinu. En punkturinn þessi, aftur verið að taka hér ákvörðun og okkur bara tilkynnt þessi ákvörðun að Ísland muni aðlaga sig betur að utanríkisstefnu Evrópusambandsins sem hver þá? Þetta svona mál sem að hjónin ætla ekki að ræða við okkur börnin, heldur taka þau ákvörðuna því að við erum ekki hæf til þess að taka þátt í umræðu öryggismál. Helen, þú endar greinina þína á vera með 6 punkta og mér langar eiginlega að fá þig til þess að útskýra þá. Fyrsti punkturinn sem þú segir að sé mikilvægur, sem þú svo sem aðeins búin að drepa á hér, það er endurskoðun á utanríkisstefnu Íslands með skýra áherslu á alþjóðalög, mannréttindi og raunverulega friðaruppbyggingu í stað þess að styðja við stórveldin í hvert nýtt stríð. Já, og það þá þetta að setja meiri peningafrekar í forvarnir og beita sér fyrir því og vinna með samstarfsþjóðum að reyna að setja, að vera ekki að draga úr, ég er ekki að tala sérstaklega þróunarsamvinnu, ég er að tala forvarnir, ég er að tala friðaruppbyggingu og diplomasi. Mér finnst að Ísland eigi hér fullt erindi sem þjóð sem ekki með her. Mér finnst bara þetta bara meikar fullkomin sens að setja peningi þetta en ekki að vera í þessu stríðsbrölti sem engu að skila.
nema bara hræðilegum hlutum í heiminum. Þannig að já, þetta svona fyrsta augljósi punkturinn. Og punktur nummer 2 stöðug og óháð afstaða gegn brotum á alþjóðalögum, óháð því hver gerandinn hvort sem það eru Bandaríkin, Ísrael eða önnur ríki. Já, þetta bara varðandi Gaza. Ég meina, ef við hefum farið fram eins og við gerðum gagnvart Rússlandi í málefnum Palestínu og Gaza, þá hefði það verið það rétta, ég meina þá værum við ekki með tvískinnung. En það ræðilegt að horfa upp á hvernig við brugðumst við með Rússlandi og við sem ekki að gera það sama gagnvart Ísrael sem nota bene stundar þjóðamorð. Og má ekki segja það sama með árásir á Íran, þar sem voru brot á alþjóðalögum og við tókum ekki undir rétt Íran til þess að verja sig, sem að þó skýr og klár í alþjóðalögum. Algjörlega. Og þessi hræðslu óróður með Íran náttúrulega orðin alveg ótrúlega þreytandi, sko, vegna þess að þegar fólk fyrir að tala hræðilegu klerkastjórnina í Íran og hvernig þið fara með konurnar sínar, ég man eftir því þegar við tölum svona Afganistan og ætlum að fara að björga öllum konunum þar, svo við vitum hvernig fór. Punktur nummer 3, virkt og trúverðugt hlutverk Íslands innan Sameinuðu þjóðanna, þar sem við stöndum með minni ríkjum sem vilja verja alþjóðalög og styrkja réttaríkið á alþjóðavettvangi. Hvernig stöndum við okkur innan Sameinuðu þjóðanna? Við erum í mannréttindaráðinu núna og mér finnst við ættum að ríða á vaðið þar að leiðandi þegar við vitum hvernig stofnanir Sameinuðu þjóðanna að kalla eftir hjálp hreinlega. Ég sérstaklega að tala Gaza. Það sem sko bara, við erum að tala það UNRWA, Office of High Commissioner for Human Rights, mannréttinda samtök, það mannréttinda stofnunin Sameinuðu þjóðanna og bara samhæfingarstofnun Sameinuðu þjóðanna þróunarhjálp, OCHA, þessari og svo bara skýrsluhöfundur, sérstakur skýrsluhöfundur málefni Palestínumanna. Það svo verið að grátbiðja aðildarríkin að stíga rétt í þessu máli sem að setja pressu á Ísrael. Og af því við erum í mannréttindaráðinu, við eigum að vera að beita okkur fyrir því að hjálpa stofnunum Sameinuðu þjóðanna sem eru að grátbiðja okkur þessa aðstoð, að við beitum okkur í diplomasínu hér. En ættum við ekki að beita okkur gegn Bandaríkjunum raunverulega til þess að geta haft áhrif á Ísrael? Ekki tóntmál að vera höfða til Ísrael svona eitt og sér? Ekki þau lifa og starfa í skjóli Bandaríkjana? Já, þetta nefnilega málið, sko. Hræðslan við Bandaríkin, að við viljum sem minnst fyrir okkur, láta fyrir okkur fara í þessum málefnum og þar leiðandi hafa Íslendingar sagt að við getum ekki, til dæmis varandi viðskiptaþvinganir, við getum ekki sett þær svona sem eitt ríki, við fáum alltaf mikill fókus á okkur og það verður bara hendaraðgerðir gagnvart okkur og við expósum okkur. Ok, ég get alveg sagt því það að til dæmis Reykjavíkurborg gæti alveg hætt öllum viðskiptum við ísraelsk fyrirtæki og sett fánan fyrir framan, en ekki valdan ennum stórska íslenska ríkið verður að fara að gera eitthvað í þessu rapidmáli. Þetta hræðilegt að við séum með, það bara svona mál. En svo annað mál sem Má ég spyrja skjóta inn einu að því þú nefnir þetta. Og þetta oft sagt. Erum við með eitthvað dæmi í sögunni sem að sýna það að þjóðir sem hafa breytt rétt, eins og sagt að þau hafi bara fengið að finna fyrir því? Veistu það, ég bara veit ekki hvernig þetta, ég þekki ekki nógu vel hvernig þetta byrjaði varðandi aðskilnaðarstefnuna í Suður-Afríku og hvaða ríkir ég fyrst á vaðið. Ég tel líka bara Ísland í sögunni gegnum tímana rás. Þá höfum við, það ekkert fyrir bara nýlega, við erum svona kannski síðastlegin 30 ár farin að vera eitthvað aktív í utanríkisstefnu fyrir utan einhver svona varnarsáttmála við Bandaríkin og eins í NATO. Síðan kemur upp eitthvað tímabil þar sem við erum farin að vera miklu meira aktívari út á við. Við ætluðum að selja okkur sem einhverja óskaplega mikla friðarþjóð á tímabili, það hefur nú alveg gleymst, en við getum alveg í krafti okkar sem smáþjóð, við getum alveg breytt orðræðinni, skilurðu. Það er hægt að vera með soft diplomacy, þú þarft ekki að fara all in. Við getum alveg verið, mér finnst orðræðan skipta rosalega máli og ég vil bara sína, af því þú talar hafa verið einhver dæmi þetta, Meina við riðum á vaðið og viðurkenndum til dæmis
Eystrasaltsríkin fyrst. Við höfum alveg haft, skiluru, utanríkisráðherra sem hafa haft svolítið þor og dug og við viðurkenndum Palestínu 2011. Við getum alveg tekið einhver svona skref sem að setja okkur í einhver svona sérstöðu. Við eigum að hafa alveg bólmagni að geta gert það ef við ætlum að vera samkvæm sjálfum okkur. En það sem með alþjóðalögin þetta svolítið sérstakt nefnilega. Og það að við erum núna til dæmis að vísa á dyr Palestínumönnum út af einhverju Dyflinnar, reglum. Það er óskiljanlegt að við skulum vera að gera það vegna þess að það er þjóðarmorð í Gaza. Bara tölurnar yfir það hvað eru margir sem eru dánir og tölurnar eru miklu meiri heldur en 50.000. Þetta er komið langt yfir það þolmark eins og við tölum til dæmis með Srebrenica, Myanmar, aðra staði. Þannig að þetta er þjóðarmorð. Og einhver sem ætlar að tala þetta sé ekki þjóðarmorð, bara nei. Þannig að við séum á sama tíma, íslensk ríkisstjórn íslensk stjórnsýsla sé að vísa á dyr Palestínumönnum sem eru að líða þetta þjóðarmorð. Það er algjör skömm. Það er ekki hægt að, þarna verðum við að setja pressu okkar eigin og segja hana nú, ætlaði að fara eftir alþjóðlegum. Að því skyldunar okkar í þessum samningi sem við skrifum undir gegn þjóðarmorði, þar liggja skyldunar okkar. Þannig að ég vil sjá að við beitum okkur meira fyrir frið, bara við séum skýrari varðandi, ekki hennan tvískinnung varðandi Gaza og svo Rússland. Ég vil sjá meiri þor, ég vil sjá breytta orðræðu sem er miklu meira að við séum að beita okkur fyrir friði og svo vil ég bara varðandi viðskipti við Ísrael þá að loka fyrir þetta alfarið. Við getum sett okkar eigið viðskiptabann á vörur frá Ísrael. Fyrirtæki geta gert það að sjálfstöðu og það er pressa en mér finnst við einhvern veginn reyna að humma þetta fram á okkur og þar að leiðandi erum við ekki að lifa eftir, við erum ekki að upplifa okkar skyldur samkvæmt alþjóðasamningum. Við erum ekki að sinna hlutverki okkar inn í Sameinuðu þjóðunum ef við gerum það svona hálfum hug. En punktur númer 4 er aukinn stuðningur við friðaruppbyggingu og þróunarsamvinnu í stað þess að veita óbeinan og beinan stuðning við hernaðarbandalög og skýr forgangsröðun á mannúð, réttlæti og uppbyggingu. Já. Bara það sem ég fór í gegnum. Ég í minni vinnu, sérstaklega í Afríku. Ég horfi á afleiðingarnar af þessu stríðsbrölti Vesturlanda og ég tók það fram að þau land sem ég meðal annars unnið í Líbía. Og að horfa á aðstæður í Líbíu núna í dag sem er bein afleiðing af því að NATO sprengdi þetta hérna í loft upp á sínum tíma, er hræðilegt. Þannig ég vil að við, þetta ástfóstur við NATO akkurat núna, ég vil bara stígum varlega til jarðar, við breytum orðræðinni, séum ekki klappstýrur þessa batterís sem ég nota bene til persónlega ef við bara átt að leggja niður eftir kalda stríðið og koma með eitthvað annað batteri. Vegna þess að NATO var mjög upptekið af því eftir kalda stríðið að finna sér einhvern tilgang. Þannig að þeir fóru að vaða inn í Afganistan. Hvað var NATO að gera í Afganistan, til dæmis? Langt fyrir utan þeirra umræðasvæði. Og aftur og við hefur engin farið í einhverja skoðun á því hvað NATO eiginlega var að gera, hvað gerði í Líbíu og hvað voru að gera í Afganistan. Þannig að ég spyr, nú er náttúrulega NATO í frábæri stemmingu því þeir hafa algjörlega fengið þetta hlutverk núna skýrt og klárt út af stríðinu í Úkraínu. En ég vil bara ég er ekkert endilega að segja að við þurfum að dundra okkur út á NATO NTT. Aftur þetta bara samtal við borgarsamfélagið. Ég er bara þessi meiri lýðræði og meiri fræðsla og að við tölum hreint hlutina. Hvað við séum að gera þarna inni, hvað við höldum að NATO, hvers þeirra hlutverk hvort við séum öll sammála því. En já, ég vil bara að við fyrir að setja, í staðinn fyrir að setja allir þessu peninga í NATO, þá vil ég bara sjá þetta í forvarnastarfsemi eins og ég sagði. Því að ég horfi á afleiðingarnar bæði af NATO og bara hreinlega heimsvaldastefnu Vesturlanda sem er ennþá í fullum gangi í Afríku. Heldur hreinlega bara álfunni niðri. Og ég get alveg nefnt dæmi það hvernig álfunni haldið niðri, hvort sem það eru
hvernig Vesturlönd og fyrirtæki Vesturlanda haga sér í sem sagt Afríku sérstaklega, eða bara hvernig við höldum við niðri varðandi það, við gefum þeim ekki lán sem þeir hafa efni á, við gefum þeim ekki, við tökum miklu meira út úr Afríku heldur við setjum inn og það bara slæmir verslunarsamningar sem að Afríka hefur sem að bara ekkert fer dýll en allt í lagi. En við komum þá á 5. liðnum sem að Helen skrifar í greinina. Það er aðgreina betur varnarmál frá utanríkisþjónustu. Utanríkisráðuneytið út af við í dag oft eins og starfandi varnarmálaráðuneyti og skilaboðin og ásendin allt of herleg. Algjörlega. Það er bara, þú ferði og loggar inn á mfa.is sem Ministry for Foreign Affairs sem okkar svona erlenda síðan. Hún svakalega herleg. Það bara einhverja útlestingar á einhverjum heræfingum. Og það sem sagt utanríkis, það er blaðsíðan hjá utanríkisráðuneytinu. Þetta bara svo varnarmálaráðuneyti. Ég vil fá sjá miklu meiri þyngd í eitthvað starf sem einmitt miðar að friði. Ég vil sjá miklu meiri starfið okkar í mannréttarráðinu. Og ég vil líka sjá bara einmitt að við beitum okkur akkurat miklu meira fyrir því að vera í samstarfi við borgaraleg samtök víðsvegar heim, hvort sem það í Evrópu eða bara á átakasvæðum, þar sem við erum virkilega að leggja okkar til varðandi einmitt að styrkja bæði við konur og frið, að styrkja við verkefni sem miða að friðaruppbyggingu. Þess að ég get sagt þér það, aftur kem ég að því sem ég að vinna. Og ég að vinna sem sagt ekki bara í Afríku, ég líka svolítið að vinna í Miðausturlöndum núna. Ég get alveg sagt þér það að ástandið, það svo skelfilegt að horfa á hvernig bara vopnin renna þarna í gegn fram og tilbaka, hvernig ákveðin aðildarríki eru í proxy-stríðum þarna til þess að beita sér innan þessar ríkja út af geopólitískum ástæðum. Sko, þetta heimur sem svo mörki og hræðilegur. Og við sem erum á Íslandi náttúrulega teljum okkur ekki hafa mikið með þetta að gera því þetta svo fjarlægt okkur. En þetta heimurinn sem við lifum í og þetta heimurinn þar sem ungt fólk í Afríku upplifir eða Miðausturlöndum og hvert heldur allt þetta fólk muni reyna að leita til þess að bara að búa við frið. Það reynir að koma til Evrópu. Ég ekkert með einhvern hræðslu áróður vegna þess að ég ekki einu sinni byrjuð að tala áhrif bara hamfarahlýnunar nú þegar bara ég var það eru 6 dagar síðan að ég var í flóttamannabúðum í Sómalíu á landamæri með Eþíópíu og talandi það hvernig áhrif stríðs og hamfarahlýnunar og vopnaskaki þarna í kring 6 dagar síðan kemur maður inn í Evrópu og einhvern veginn svona sest niður og fer síðan að horfa á þessa bara leiðtoga okkar í NATO brosandi og mér finnst bara engin tenging við veruleikann, allavega ekki endilega hjá okkar ráðamönnum hverjar afleiðingarnar eru af þessu herlæga sjónarmiði að við séum ekki að segja hingað ekki lengra, nei við stríði. Við þurfum að setja meiri pening á réttu staðina. Við verðum að fara í forvarnastarfsemi vegna þess að bara átökin bara í Sahel, í Norður Afríku og Sahel og alveg niðrettir, þetta sjokkerandi það sem á sér stað. Og svo núna náttúrulega svo í talinu ekki Miðausturlönd og hvernig Ísraelar haga sér þarna fyrir botni Miðjarðarhafs vegna þess að Netanyahu leið og hann endar stríðið þá hann farin í fangelsi vantarlega. Herru, 70 og síðasti punktur, það krafa gagnsæi í öllum stuðningi Íslands við alþjóðlegar aðgerðir, hvort sem hann pólitískur, fjárhagslegur eða í gegnum þáttöku í hernaðarbandalögum. Við eigum rétt á að vita hvar við stöndum og hvers konar stefnu verið að styðja sem krefst samtals við borgarasamfélagið. Já, bara eins og við vorum að segja að mér finnst ákvarðanirnar í utanríkismálunum okkar hafi verið svona persónulegt prívat batteri sem meira segja hvernig við kjósum oft hjá Sameinuðu þjóðunum. Það hefur einhvern veginn ekkert verið mikið til umræðu. Mér finnst ég myndi bara vona, ég væri virkilega gaman að sjá utanríkisráðherra opna á þetta samtal við borgarsamfélagið vegna þess að sérstaklega bara þessi ákvörðun að auka þessi herútgjöld eða gjöld til varnarmála, þessi ákvörðun að við séum að fara aðlaga okkur að utanríkisstefnu Evrópusambandsins, allar þessar ákvörðunir eru ennþá teknar einhvern veginn eins og við séum og vitlaust þess að taka þátt í þessari umræðu
En mér finnst líka þetta, ég tala aftur þessa gaslýsingu sem á sér stað, þar sem verið að reyna að selja okkur ákveðna heimsmynd sem ég held að fólk allavega í Evrópulöndunum ekki sátt við og ekki sjá og ekki samstíga með Evrópuleiðtogunum sínum. Og vandinn við þetta, sérstaklega hérna í Bretlandi finn ég það, þetta líka í Þýskalandi, þetta í Frakklandi, það að þegar orðræðan komin svona langt frá bara stemmingunni í samfélaginu, þar sem að fólki bara finnst eins og að sé verið að gaslýsa á hverjum degi til þess að kaupi eitthvað, bara drekki kúleiti og samþykki þetta vopnaskak, að þá bara hættu því að hægri öflin þeim vex fiskumhrygg og við erum að sjá þetta. Og ég get alveg sagt það að núna bara reformpartí hérna í Bretlandi bara farið að mælast hæst. Af því að traustið ekkert. Og heima á Íslandi að þá þetta bara, ég vonast til þess að þessi ríkisstjórn átti sig á því að ef að hún bregst samfélaginu með því að taka ekki púlsinn, þá ákveðin öfl í íslensku samfélagi og ákveðin stjórnmálaflokkar sem eru mjög duglegir við það að nota bæði rasisma og hræðsluáróður, eiga eftir að fá bara frekar hátt fylgi í næstu kosningum ef við þurfum að taka peninga úr velferðarsamfélaginu í þetta vopnaskap eða í þessa hennan málaflokk sem síðan einhvern veginn ekki búið að útskýra fyrir okkur né fá samþykki fyrir. Já, það getur valdið óróleika innan landana og unnið þarðandi gegn. Gerir það nú þegar, Já. Og sér bara AfD í Þýskalandi, Le Pen og það batteri í Frakklandi og Reform í Englandi. Þetta bara að fara í þá átt og ég get alveg sagt það að vandamálið þegar að þessir flokkar og þegar þessi stemming kemur, þá kemur ákveðin fasismi líka með þessum, við sjáum þetta bara spilast út í Bandaríkjunum eins og Að lokum vildi ég bara segja að þetta með að selja okkar gildi, hættum að tala vinaþjóðir og Bandaríkin í sömu andrá, vegna þess að Bandaríkin að brjóta alþjóðlög á hverjum einasta degi og að styðja við þjóðarmorð og að borga undir þetta þjóðarmorð. Þegar gleymum ekki hvað gerðist 2003 í Írak og afleiðingar þess sem við erum ennþá að súpa segja það. Þannig að þetta bara að slakiði aðeins á í þessari herskáa. Ég horfði á Kristrúnu í kastljósinu, mér fannst hún komast ágætlega frá þessu því hún lagði áherslu á diplomasíu, en mér finnst samt stundum ekki alveg, hvað maður að segja, það sem þau segja ekki endilega það sem síðan maður að sjá í pólisíunni. Það er kannski það sem ég myndi vilja sjá meira samstig hérna á milli. Helen, frábært að spjalla við þessi mikilvægu mál á þessum mikilvægu tímum sem við lögum. Við ætlum að reyna hérna í rauðaborðið að halda uppi umræðu öryggismál og utanríkismál í framhaldinu og ég fæ að slá á þráðinn aftur til þín. Hvað sem þú verður í hérna. Takk fyrir. En það heldur áfram hérna spjallið við rauðaborðið. Það næsti kafli hérna rétt handan hlésins. Tryggjum sjálfstæði samstöðvarinnar, maraþón málþóf núna helgina frá laugardagsmorgni til sunnudagskvölds 28. og 29. júní í lengsta þjóðmálaþætti Íslands í beinni útsendingu. Verið með okkur helgina til að tryggja sjálfstæði samstöðvarinnar.